Herra, Pavel, hvað getur þú sagt mér þessu Spánverja sem þú ert ekki búinn að segja við hinna miðluna? Ég veit ekki. Þeir eru, ég veit ekki, fínir náungar. Ég veit ekki, almennilega náungar held ég. Vel spilandi lið, hæfileikaríkir. En samt sko, ekki jafn góðir sko. Ég held að ef þeir væri ekki með þessa tvo risa undir körfunni sko, þessi NBA kalla þarna frá Chicago, hvað sem þeir heita, þá var þetta allt annað lið held ég sko. Mér finnst það, þeir eru rosalega góðir að búa til út úr teiknum sko, með tvo góða sendingamenn undir. Tekur það frá þeim, þá er þetta ekki sama lið. Það er að bera saman til dæmis bara Spánverjana og Serbana. Við Serbandi fannst mér mér fannst þeir miklu meira physical sko. Svona bara allir leikmenn þvílíkir íþróttamenn sko. og meiri trukkar á meðan að Spánverjarnir eru kannski meira eitthvað svona samba bolti vel leikandi tiki-taka eitthvað sem hendur okkur betur sko. Við tæklum þessar tiki-taka sendingar en við erfitt að takast á við einhverja bólabíti úr frá Serbíu. Ég sá að þú áttir og lést hann Nikola Mirotic heyra það þarna í leiknum. Hvað var í gangi þar? Ekki neitt bara. Það er alltaf átt einhvern heyra. Nei, bara... Var hann með eitthvað leikaraskap? Já, mér finnst ósanngjarnt sko ef þú ert að spila á móti einhverju dvergaliði eða sem hlýtur að vera dvergalið fyrir þér. Ekki láta þig eitthvað detta þér eitthvað ítt smá í þig, skilurðu. Sýndu leiknum smá virðingu og startu í lappirnar, skilurðu. Og með þess að, þú ert ekki að spila við soninn eða dótturinn og lætu þig detta, skilurðu, eitthvað. Hvað erum við að tala hérna? Þetta er galið. Nei, þetta er með þess bara leiðilegt, sko. Ef við erum alltaf að vinna okkur, þá gerir það almennilega, sko. Fair and square? Já. Herra, Tyrkir á morgun. Hvað er þetta mót hérna í ár með einu sigri? Hvernig væri það? Jú, bókum bara góðan sigur. Nei, ég meina við erum núna búin að eiga tvo mjög góða fyrri hálfleika síðustu tveim leikjum sem eru 40 mínútur, þannig að við þurfum að ná saman 40 mínútum á morgun. En ég meina við þurfum bara að hitta á leika sem við erum að hitta úr skotum, bæði opnum skotum sem við þurfum að setja niður og reyna að ná nokkrum svona einhverjum bullskotum sko, sem svona við fáum af og til og í vörninni bara halda áfram að gera saman. Ég held að við getum bara ekki gert betur í vörninni en við erum að gera og halda því bara áfram, halda geðvikinni og halda trúnni sko, halda trúnni. Eru við miðlar nokkuð orðnir á graðir að biðja sigur? Nei, ég held ekki. Ég held að þetta sé ekki lengur einhver fjarlægur draumur sko. Þetta er kannski fjarlægt markmið en við sjáum hvað við þurfum að gera til þess að ná þessu markmiði sko. Þannig að kannski stutti fyrirvari núna 24 klukkutímar að ná þessu markmið en þú veist, reynum á það. Takk fyrir þetta.